Hæ besties! Hello, velkomin heim Birta. Velkomin heim Sunniva. Takk. Vá, gaman að sjá þig. Sem við leiðið, það mist ég. Já, mist ég too. Nei, við vorum saman. Við vorum saman, já. Þá má þú segja velkomin heim. Já. Já, ok. Það ekki? Já. Má ekki alveg velkoma þig heim þó ég var með þér, eða? Jú, máta. Ég saknaði henni alveg í gær í þessum nokkrum klukktíma sem ég sá þig ekki. Það er ræðilegt. Já. Við alveg komum heim, sko, og bara, hún skotaði mér heim og svo kom svona ángrein, svona 4 klukkutíma seinna. Það voru 4 klukktímar án þig, ég nokkuð það. It was weird. Ángrein, svo weird. Bara í morgunni senda hann SMS bara, hvernig svafstu? Já. Ég veit ekki, því ég svaf ekki við hliðina. Já. Það verður að tjekka á því, sko. Ángreins. Já. Skrítið svona að vita allt, sko, bara, og svo bara vita ekkert. Einmitt. Það ekkert þig lengur. Ræðilegt. Ég veit þú ert þyrst í Happy Hydrate. Ég er rosalega þyrst. Maður verður svo dehydrated eftir svona ferðalag. Já. Þannig að við þurfum að fá okkur eina góða stiku af steinefnum og söltum. Yes, sir. Á meðan við jöpum. Af því að það er svo mikið sem við þurfum að tala um. Það er svo mikið búið að gerast. Já. Hvað er í gangi í pop culture Ángríns. at this hour, sko? At this hour. Það er bara, brjálað. það er allt að gerast. Við sko, tókum smá Milan þátt í áskriftinni. Þannig að ef þið vilja heyra okkur jappa allt Milan og ferðasöguna, þá er það þar. Já. Það var alveg 1,5 tími eða eitthvað. Já, það var alveg svolítið langt, já. En við svörum líka einhverjum spurningum og eitthvað svona endan, en við reyndum að fara svona yfir Milan. Við getum alltaf sagt að það var yndislegt og we had a blast. Dásamlegt. Ég bara trúi ekki að ég sé ekki fara að fá tiramisu alla daga. Í kvöld, já. Elska tiramisu. Vá, hvað Það er svo gott. Það er svo gott. Það er amazing. En veistu hvað við getum gert? Hvað? Við getum farið á morgun og fengið okkur teboselin á Tres Logos. Það er reyndar hárrétt. Fá smá, þú veist, næst besta, þetta er tvett besta, ítalskt og mexikanst. Ég er sammála. Ég get ekki búrað saman. Nei, ég er sammála. Þannig að næstu berfið er bara að fá sér Mexican, 4.500 krónur fyrir 3 rétta, eða 3 rétti. Delicious. Crazy price. Einmitt, og þú ert líka bara, þú veist, næstu að vera á setn að prófa, skilur. Ágrís. Það er bara 2 dagar eftir. Oh my god, það er svo stutt. Já, then it's over. En næsti 50 dag er bara mæ. Nei, næsti, þú veist, það er þessi 50 dagar og næsti. Já. You got 2 days, skilur. Einmitt, 2 50 dagar. Já, rétt hér. Þannig að farið á Tres Logos, bókið ykkur borð og fá ykkur teboseðlin. Já, þið verða að smaka það. Já. It's amazing. So Og þetta er svo gott fyrir budduna, sko. Já, svo gott fyrir byrna. Svo gott fyrir budduna. Þannig að þið getur gert það og við þurfum að gera það líka af því að við söknum þess að við erum út að borða öll kvöld. Já, þetta er gaman. Það er svolítið skemmtilegt. Þú eru aldrei að ganga frá disknum og Einmitt, vaska upp og það er æðislegt. Já, það er það. En það sem að gerðist náttúrulega meðan við vorum úti var náttúrulega, þú veist, ekki halda að við sem að skipa Alex Cooper og Alex Earl-málinu. Ekki halda að við séum þar í lífinu. Við erum ekki þar. Það er í áskriftinni. Já, við erum búin að taka deep dive inn í bara allt bífið. Já. Bífbóðið. Bífbóðið, þetta er sér liður fyrir akkurat þetta moment. Þannig að það er nóg að gera í áskriftinni. Þannig að skellir ykkur í áskrift nóg það að er gera. ekki nú þegar í áskriftinni. Já, þannig að þið getur kíkt þangað fyrir Milan og Alex Cooper og Alex Earl. Þú veist, við erum in it með ykkur, sko. It's a deep dive, sko. It is, en svo náttúrulega líka Coachella Weekend 2. What the hell? Oh my god, ég bara heldur mig aldrei langa að vera eitthvað stærri, jafn mikið. Nei. Þú veist, þó við vorum í Milan, thank god við vorum í Milan. Thank god. Af því að, þú veist, maður fekk FOMO á fyrstu helginni, en það var ekstra núna, bara, þú veist, þetta var miklu flottara sjó. Já, hjá öllum. Já. Hjá öllum, sko. Já, sjokki. Af hverju, in my stupid little mind, held ég að Coachella Weekend 2 var eitthvað síðri? Það er yfirleitt þannig. Það er nefnilega þannig, já. Það er yfirleitt þannig, sko. My stupid little mind is not stupid, sko. They're changing it up, sko. Já, they are. Núna er maður svona, ok, vá, maður hefði frekar vilja vera Weekend 2. Já. Hvernig á maður að velja næst? Já. Það er ógeðslega Það voru svona engir svona influencer núna. Nei, miklu, þeir eru yfirleitt bara fyrstu helgina, skilur. Það er oft svo for a reason, að því að það er yfirleitt mesta hæpi þá, en núna á næsta ári þá munur örugglega bröndin skipta sig eitthvað upp. Já, og vera með meira verðnast líka seinna, að því ég sást að Rót var ekki, mér sýndist ekki Rót hafi verið með viðburð seinna helgina, eða bara öll þessi, þú veist, Real Earl, þú veist, þau voru ekki með neitt seinna helgina. En náttúrulega Hailey var báðar helgarnar, skilur. Já, Hailey, já. En þú veist, svo líka bara eins og Kylie og þær voru bara posta bara við ákveðum að fara á Weekend 2. Já, eins og hafi ekki verið planað. Literally in a t-shirt and some jeans. Já. Það var allir bara eitthvað, það voru að kommenta bara eitthvað, já, þú veist, það er allir að setja bara áhrifavalda to their place. Ó, já.
á með við hvernig þær eru að mæta klæddar, skilur Já. bara no effort og pældi á næsta ári þá mun þetta örugglega vera the vibe. Þetta var náttúrulega, núna sem var í seinni helgina, þetta er náttúrulega Kai-línan, nýja Kai-línan. Þetta t-shirt dæmi, já, ok. Sem hún var nakin í auglýsa. Já, við sko, ég var bara að furða okkur svo mikið á þessu. Þau kíkja inn á, þú veist, þið veit náttúrulega Kylie með fatamerki Kai. Já. Og þau kíkja inn á, þú veist, hérna, hún sérst að byrja eitthvað nýja línu sem þú veist, var öll, hún gett stolt að henni, hún var öll gerð í LA og eitthvað svona, þú veist, framleitt í LA og bla bla bla, þú veist, þannig að þetta er alveg svona straight to you from LA eitthvað. Og fyrsta auglýsingin sem með er literally mynda sér naktri. Og maður bara svona, þetta var bara andlitsmynda henni. Basically, bara hún svona var í gíninu. Já, þú veist, ég man einhvern hafi kannski verið í buxum og það sást bara aðeins í strengin, skilur. Alltaf fyrsta myndin var bara andlit og þú veist svona hinga öxlin en hún var í gíninu. Hún var bara með já, og það sást ekki í buxur nokkuð. Nei. Var það nokkuð? Nei. Það var bara blinga á öxlin hennar. Já, sem stóð Kai. Já, og hún er með þá Coachella líka. Já, bara, hérna, já, fyrsta mynd, nei, sérsta mynd ekki, hvort hún sé í buxum já, ekki. Já, hún er haldið utan brjóstin, já. I Heart LA stendur. Já. Og þetta er bara born in LA, this is the new collection, this new collection of Kai is very personal to me. What collection? I don't see it. En kannski smá personal að því hún er nakin, skilur hún. It's personal. Já, it's very personal. Og maður sjá þeirna meira, þú veist, er hún ekki bara að posta ykkur fleiri þá? Já, okay, næsta er, þú veist, mynd af bakinn á gallajakka. Já, þú veist, hérna byrjar að fá sjá fötin, sko, já. Svona denims, oversized. Very Kylie coded. Mjög Kylie coded, streetwear, eitthvað svona. Mjög LA. Very LA. Þannig já, þær voru í þessu, hérna, seinna helgina. Buxum frá Kai og hún setti eitthvað í stóri, hún hafi verið að láta þú steina eitthvað sér jakka fyrir Stasi og eitthvað svona galajakka skilur. Þannig að þú veist, it had a meaning. Já. It did. En það var bara svona, eins og það eru bara svona ákveð last minute, bara ok, förum á Weekend 2. Þú veist, það var eins og að hafa ekki verið planið, þannig að það er líka, þú veist, það gerir mann svo spennta fyrir Weekend 1, að maður veit alla stjörnunar allana eru, 100%. Influencernar eru, sem alveg partur að vera Coachella líka bara svona ég labba bara on the same street as this one. Við værum bara people watching, sko. Bara. Og svo fyrir kannski smá tónleika. Já, en serði ekki líka shady sem allir að fá bara fyrir, ég veit að rættum þetta líka með Weekend 1, og svo meira núna, bara svona fyrir að vera bara ekki að syngja með. Já. Bara það búið að vera eitthvað svona fyllt af eitthvað breskum áhrifaldur sem er búin að vera bara, ég bara var að vanmeta að fara á tónleika í Bretlandi og við vorum þá að ræða, ég og Birta bara, við höfum bara að fara í tónleika í Bretlandi og þar allir bara dansandi og syngjandi, skilur að fara í Ameríku, eru þau bara set og bara að hlusta. Nei, they're not even listening. Þau eru bara með síma sinn uppi. Þetta er skrítið. Það er svo kunni ekki að lögin eða eitthvað, megar ekki sensamt. Já, en svo líka bara svona, ég sá umfjöllun þetta bara í morgun, að bara svona, það var eitthvað sem var hérna að tala akkur þetta og bara hvort það var á Sabrina sjóinu núna, Weekend 2 bara svona, ok, þú veist, það voru bara allir með síman uppi og bara, I get it, bara, we all wanna make content, skilur, auðvitað ertu að fara að taka upp síma en ég er á Coachella, of course, skilur, en þú þarft á ykkur, þú þarft ekki, þú náttúrulega hvað þú gerir, en á ykkur tímabúti, þú veist, þá setur maður síma sér niður og byrja bara að vera in the moment og það er svona, þegar við aldrei gert það, þá voru allir bara looking for that viral moment og máli er að þeir sem eru fremst er alltaf sérstaklega í því þeir sem eru fremst eru búin að bíða í marga klukkutíma fyrir að ná að vera þarna fremst þannig að það er eins og þeirra only agenda er bara að vera sem næst til þess að ná the content til þess að ná vídeónu sem fer viral. Eini gallin við það með Coachella er að þetta er allt streamað. Já, einmitt. Þú veist, ég hef aldrei séð POV frá síma. Nei. Ég er bara búin að sjá camera, skilurðu. Já, einmitt. Þannig að þau eru ekki svona að fá þetta viral moment. Nei. Sem að, þú veist, maður fær af, þú veist, tónleikum, það er alltaf bara síma-content. Það er smá sad. Það voru eða tímanum að reyna að ná einhverju. En svo við vorum að Harry Styles, skilur, í Bretlandi og við auðvitað tóku upp síman og tóku vídeónum, svo leggum við hann nýður og er bara... Það nennir enginn að horfa á story sem er bara þetta, skilur. Nei, svo fyrir þetta það. En ég var bara, ég vil eiga þetta frá mínu pofi, skilur. Já, ég horfur reglulega yfir þetta. Já, same. Og þess að Brínu líka, skilur, þú veist, maður er svo nálægt líka þegar maður er á gólfinu, skilur. Og það er alveg iconic, en já, að vera allan tíman. Maður er alltaf svona, ok, now it's here. Já, og kannski tekur svona nokkrar sekundur af hverju einhverju, skiluru. En að vera allan tíman er crazy work. Já, er crazy work. Líka því að þú veist, pældi í hvernig við værum hana.
þá værum við bara að reyna að finna einhvern í kringum okkur frekar. Já, við munum já. þannig að missa sjóinu. Já. Oh my God, er þetta einhver? Þetta er pottet einhver. Þessi með hambúrsettu, þetta eru krakkar fíla sig. Þetta eru einhver, já. Hann er Jacob Lordi, já. Hvernig áttu að horfa á þegar Jacob Lordi þarna og Justin Bieber þarna? Það er náttúrulega væri bara mikið fyrir maður. Það er ekki hægt. Já, ég var bara... Já, passing the way. Ég gæti það nú ekki, sko. Nei, en Sabrina Carpenter, oh my God, ég mun að horfa svo oft á hana og Madonna syngja Like a Prayer. Nei, bara inject this in me, sko. Já, ég var sko sína mömmu til morgun. Hún var bara, ég er að fara að gráta. Ég fæ gæsa að hugsa þetta. Hún fekk hægt, hún fór að gráta, sko. Þetta er fallegasta performance ever. Líka... bara, þú veist, no shade á Madonna eða hvernig, en the vocals er Sabrinu í þessu. What the fuck? Ruglidulli, sko. Þetta er ekki eðlilegt. This is her best work. It is. Hún er alltaf glæsileg, sönguna, bara allt sagt það, en þetta, wow. Ég fæ gæsahúð. Gæsahúð. Ég er hans mikið gæsahúð að hugsa um þetta, þetta er crazy. Ég líka. Þetta, ég þarf þetta. Þegar hún er á njánum bara, ég þarf þetta á, þú veist, Spotify svo ég geti hlusta á þetta, skilur. Same. Bara, I need it every day. Þetta er svona að syngja hvort þú svo alltaf ég every day hvort tala ég íslensku ég þarf þetta í bílinn, skilur til að öskur syngja þetta er öskur syngja en líka bara, þú veist, hún breytti öllu settinu sínu bara með allt nýtt eins og líka, var Weekend One hana Dirty Dancing referensi með gæjan hana sem að hún er svona skríð á mótorunum, var það ekki Weekend One? Ég held það ég get ekki hægt að horfa á það heldur nei, þetta er rosalegt þú veist hvernig hann svona tekur mækin af henni og svo setur hann að henni ég er bara svona þetta er svo mikið svona stem. Já, ég bara svona, bara horfa á þetta og replay bara, þú veist, þau tvö, þau eru ekkert eðlilega hot hana, ég er bara svona, no, kiss. Já, núna, takk. En líka bara svo, þú veist, Sabrina Carpenter og Madonna, þú veist, bara svona, þetta er svo, Madonna er bara svona the queen of pop, hún talar bara the queen of pop. Og sorry, bara við fullt af öðrum stjörnum, fullt af öðrum stjörnum, en sorry, Sabrina Carpenter er the princess of pop. She's outdoing she's this generation's queen, sko. Nei, hún er bara the princess. Það er bara að tala að Justin Bieber er bara the prince of pop. Já, en hvað með, þú veist, Britney? Hún er the princess. En mér finnst hún vera the new queen of pop, skilur, this generation's. Já, af því þú veist, hún er aldrei þetta Taylor sem pop, þótt hún er náttúrulega pop. Hún er smá country vibes. Hún er náttúrulega country, já. Þú þarft að vera disco, smá skilur til þess að það sé pop. Þetta er svo mikið sjó, eins og hún búið að tala þú veist, sjó, svo mikið. Ég sé hún sé the princess of pop núna. Meira heldur en þú veist, það eru margar sem getur komið til greina, sko. Sabrina er alveg bara owning the pop business right now, sko. Hún er bara, wow. Og líka í endan á performancinu, ef þú horfi á hann og Madonna performance út í enda þegar sérstaklega Like a Prayer, þá náttúrulega kjótt lag saman. Já, einmitt. Og það tóku það. Já. En ég Like a Prayer, þú veist, það er svo ógeðslega... Var ekki hennar plötu, Madonna nýju plötun hennar? Jú, er það ekki? Jú, mér skilst það. Já. En í Like a Prayer, í endan skilur, þá svona bara svona þá fer bara Madonna bara í miðuna og bara svona Sabrina Carpenter bara fer bara svona úr sviðsljósinu og þetta er svo mikið svona respekt, þetta er flott hjá henni og svo kemur hún aftur inn, þetta er bara svona og ég veit að þetta var allt Sabrina coated outfitinn þeirra, Madonna tók alveg tímul mér er svona smá goth og röddina dimmari og þannig, þetta var bara allt Sabrina coated, þannig að maður veit að hún bara stjórnaði þessu alveg og hún hefur verið bara, svo fær hún moment, eitthvað sem er svo flott. Já, það er bara working together, eða? Já. Skilur, þú veist, þetta er geggja fyrir Madonna tækifæri fyrir hana til að það er ókslega skrítið að segja en það er það en, veist, það er ekki verið að biðja þig að hella hana Coachella nei, einmitt og þú veist, hún er að kynna Madonna fyrir mörgum sumum, já, örgulega, já mjög mörgum, já, það er crazy work já, það er, þú veist, fólk veit alveg hver hún nafnið hennar, skilur, en kannski er ekki bara hlusta alltaf tónlistin hennar, eða fatta að Vogue-lagið sé Madonna af því það er náttúrulega væral á Instagram og TikTok, skilur fólk kannski tengi það ekki tvennt saman en núna kannski þessi unga kynslu bara svona, já, kíkjum aftur á Madonna, skilur já, algjörlega, 100% ég held að það sé alveg hann, sko það er alveg rétt þér, þú veist, maður á bara svo erfitt með að þú veist, einhvern veginn visualize það að því að maður þekkir hana en þú veist, ég meina, hún var the queen in the 80s eða þú veist já, hún er svona Sabrina Carpenter fyrir mömmu minni já, það sko að minna, veist hún er svona þar ég ólst upp bara með Madonna on repeat the queen já, mamma sagði einhvern veginn að það var Madonna að þakka að
ég er bara spoilandi tíðina að elsti sonur hennar hefði fæðist. Af því að hún gaf út lag, mamma var bara 18 ára ólétt og þetta er lag Madonna sem heitir Papa Don't Preach og þar sem hún er að syngja I'm keeping my baby. Ég var bara hvernig á hvað hátt henni Þá var hún bara me too girl. I guess I am. Influenced me. Við fyndist. En nei, þær voru bara svo ógeðslega flottar og Instagram-posturinn hjá Sabrina Carpenter. Oh my god. Nei, þetta sjó var náttúrulega alveg sturlun, sko. Bara allt. Var. Allt við þetta. Já, outfitið on point. Þú veist, við vorum smá fyrir vombrum en það fyrstu helgina. Já, on point. Já. En kannski var maður bara hella, ég veit það ekki, við vorum vonbrigðum með öllu einhvern veginn, því bjóstum við svo miklu á þessum 2 geggjuðu stjörnum eða eitthvað. En þetta var ándurs betra. Þetta var beyond. Já. Ok, og svo... Og Terry Crews líka. Já, Terry Crews í byrjun. Þú veist, ok, Will var náttúrulega frábær líka í byrjun, sko. Einmitt. En Terry Crews bara eitthvað svona... hann er svo mikið æði eitthvað. Já. Bestur. Alveg hann að dansa með chestinu og alveg fyndastur, sko. Alveg, sko. Þú veist, hann er örugglega orðinn svona 70 eða eitthvað, sko. Já. En hann er bara What a toppformi. shame. What the hell, jættir, Það er sko. svo mikið æði. Hann er bara alveg að hugsa sjálfa sig, sko. Og taka Making My Way Downtown, sko. Einmitt. Gæðvegt. Akkur voru ekki nógu margir að syngja með því líka? Hvað er að ykkur? Ángríns. Ég ekki fokk skilja að vera hana. Ángríns. Við erum svo skilja að vera hana. Ég hefði bara, já. Og líka þegar hún syngur eitthvað, veist, hún öskrar einum tímútum, Sabrina, sing! Já. Fucking syngiði! Einmitt. Það pyrra mér svo mikið. Já. Þú veist, hvað er að? Hvað er að fólki? Það var að löga spað bara til þess að slaka á, sko. Ángríns, ég gæti smá löga spað. Já, ég er bara unheated right now, sko. Við þurfum líka að fara að fá okkur nýjan heimælum. Við þurfum. Það má ekki sofa. Hann er ógeðslega góður heimælum. Svo góður. Við erum búin að vera með hann í stúdíóinu og það lyktar alltaf svo dásamlega en hann er akkurat búið núna. En það er ennþá smá í honum. Já. Svo góð lykt, sko. En við mælum ógeðslega mikið með heimælunum og það er líka til svo ógeðslega, þú veist, margar lyktir til þess að veljur. Já. Þetta er frábært til þess að eiga heima á sér, frábært til þess að gefa gjöf. Já, hann endist líka lengi. Mjög lengi. Þessi búin að við fengum hann hvenær fyrir jól eða eitthvað. Nei, var það jólin eða? Já, nei, alveg fyrir jól. Nei, fyrir, já. Var það kannski bara í byrjun? Kannski var í byrjun, já. Byrjun, já. Og það er konið, hvað? Það er ennþá pinkulít í hann, segi ég. 4 mánuðir, rúmlega. Vá. Það er mjög góð notkun. Og það sem er gott við þetta, þegar það kemur glerglas og allt þannig, það er að kaupa bara refill. Við þurfum ekki að kaupa gleri aftur og allt það. Einmitt. Bara refill af safanum. Já. How fucking smart. Og bear in mind, við erum ekki búin að vera, þú veist, ef maður vill að þetta svona endist, skilur við þá maður að loka honum. Loka svo milli, já. Við erum ekki búin að vera því. Nei. Hann er bara í standlýsa lokun í 4 mánuði, sko. Já, hann er búin að vera bara hérna. Working his ass off. Keep us calm. 100%. En það sem eitthvað sem bara does not keep me calm er fucking Justin Bieber. Ángríns. Ég kom með Bieber fever again. Ég lík alveg svona alvarlegan. Svona vondan. Svona vond í hjartað. Alveg svona ég gæti þurft að prenta út myndanum og setja hann. Já. Þið þurfum kannski alveg að prenta út mynd, setja hann upp skrifstæði. Já. Akkur er ekki með fleiri plaggatina? Það verður sniðut. Já. Við erum bara með plaggat á okkur sjálfum. Já. Við þurfum vel að plaggat. Já. Í samfélag. En nei, ég er bara með svona genuinely vondan baby fever, illt í hjartanu, langar að eiga hann. Baby fever. Alls ekki baby fever. Alls ekki baby fever. Justin Bieber fever. Bieber fever. Bieber fever. Það er svona rugglega baby við Bieber þegar hann gála í baby. Já, bara hugsa það. Ég meina Bieber fever. Og ég er ekki kallað neitt út í kosmosu eða. Nei, bara, já. Hún er með Bieber fever. Já, takk. Ég er með mikinn baby. Bieber fever! Fyrst það? Careful. Careful what you wish for. Herru, ég meina það, en minn augumæst, maður var alveg svona hvernig ættar hann að gera þetta helgi 2. Einmitt, ég var bara svona, mun hann gera það sama aftur. Mun hann fara aftur í YouTube og hit it. I'm proud of it. En maður fattaði samt ekki að hann gæti að fara í önnur lög. Nei, veistu. One Less Lonely Girl. Fuck! Þetta er bara svona, maður hefur ekki neitt þess að segja. Maður er orðlaus. Ángríns. Maður er fucking orðlaus. Ángríns. Og að Billie Eilish I love this so I'm so jealous. Já. Af hverju að fá gæsa yfir þessu? Ég var ekki eins og hana. Við erum hennar fever. Við erum veikar. Ángríns, svo veikar. Svo veikar. I'm so happy for you. Ég
ég samklæðast svo innilega en innst inni þá hata ég þig. Já. En hún átti þess ógeðslega mikið skil. Það hefur verið verra að það hefur verið fan. Það er alveg bara, hún er verið með morðhótanir. Já. Í alveg það væri okkur hættulegt. Já, he hasn't done this for decades. Já, for a fucking reason. Gríns. En þetta besta sem hann hefði getað gert var Billie Eilish. Það er ekki önnur manneskja. Nei, þetta er ándjóð svo vel gert. Þetta er besta sem hann hefði getað gert. Bara svo, hún alltaf bara, ef þið vitið það ekki, hún er bara Bieber fan number 1. Hún má alveg eiga það. Já. Hún má alveg eiga það. Hún má alveg eiga það. Og maður sér það alveg á henni, skilur. Hún er ennþá, þó hún þekki hann í dag. Já. Þá er hún ennþá bara the little Bieber fan, skilur. Já, hún er bara, þú veist, she's only just a girl. Fattar mig. Þú veist, hún er bara eins og við. Já, she's only just a girl. Já, og bara svona, ef þið horfið á bara gömul vídeo á henni, bara finnast í heimi. Hún er náttúrulega bara mest í Belieberinn, sko. Bara til myndir hann inn í, bara þessu svefnherberginu hennar, þú veist, það sést allir í veggina, hnakkutum. Já. Og svo bara áður en, þú veist, þegar hún er 9 ára fræg og eitthvað, þá er hún alltaf bara að tala hvað hún elskan og það er alltaf allir að tísa hann sé að fara að koma og hún er bara, please, ekki gera mér þetta. Og svo man maður svo vel eftir mómentinu þegar þið hittist í fyrsta skipti. Á Coachella. Bara ekki á Coachella? Jú. Já, og hann knúsaði hann og hún var bara að deyja. Já, það er ekki það langt síðan. Nei. Einmitt. Þetta var crazy. Já, hún var með grímu og eitthvað, alveg rétt. Já. Þetta var styrla. Ég bara, hvernig var það að hittast fyrst þarna? Einmitt. Skilur við? Einmitt. Það er ógeðslega mörg viðtölu við hana líka, bara þar sem hún er, þú veist, að segja bara bara ef ég ekkert ef hún tala bara svona þegar hún yrði fræg eða eitthvað smá fræg þá var bara svona einu markmið bara ok, vonandi verið bara nógu fræg til þess að vera í sama herbergi á hann ángríns, bara heldu já, og þú veist, og þetta er náttúrulega bara og það er líka bara svo krúttlega við það bara, þú veist, hún er ógeðslega vinsæl söngkona hún er bara, ég veit ekki hvað hann er með mörg Grammy-verðlaun, skilur ángríns hún örugglega með fleiri Grammys heldur en Justin, sko örugglega, í alvörunni, hún er alveg bara svona hún er bara svona alltaf bara, skilur við bara með 100 Grammys hún kannski bara flett upp bara Billie Eilish Grammy sko. ángríns en þú veist, bara það að vera bara svona þegar hún er að koma svo framfæri bara svona back in the days og að vera bara já, hvað þú veist, bara ok ég er að vera smá fræg, kannski geti verið saman herbergi Justin Bieber, hún ennþá bara, ég veit ekki, er eitthvað svo krúllett að tala með 10 Grammys, og hvað er Justin með? Ok, þetta að tjekka þú voru ekki fyrir með rátt 2 Já, ok. Einmitt. Já. Þú veist, 10 er extreme, sko. Já, það er extreme, sko. Bara setið þið saman ekki, Bieber með 2. Já, og hann er búin að fræga sig á 10 ára, sko. Já, þetta er crazy. Já, það er eindralið, hann er alveg robbed með það. Já, ok, greinlega. Já, það er crazy work. Já. En Billie er náttúrulega bara, hún á 100% skili, hún er alveg já, hún er frábær, sko. Phenomenal. Og bara, eins og ég segi, bara auðvitað átt skilið, en innst inni ekstra í hjartunum mínu, þú veist, í samglæðstegir en innst inni ekstra í hjartunum mínu, þá bara fucking þóliðið ekki. Já, þetta var, í alveg samt svona besta mannskjan fyrir mér. Þetta var. Fyrir utan Hailey. Já. Þetta var svona númer 2. Já, algjörlega. Þetta hefði verið bara einhver, eins og segjum bara eitthvað random, þá hefði alveg bara verið brjálæð, sko. Not okay. Já, not okay. En bara svo Hailey, bara svo mikið dúllumús. Hún er bara best, sko. Ég er bara alvörinni. Ég sjá vídeoðanur í ítinu bara svið, bara... Og svo eitthvað, þú veist, í endan þá er það eitthvað, hún tekur hana og það er eitthvað hlaupa í burtu saman. Ég bara, I love them. Pældu, hvað hún er mikið girls girl. Svo mikið. Hún er mesta girls girl. Ángríns. Það er líka bara, hún er bara viral right now, bara fyrir að vera best í heiminum. Hún er, já. Pældu í því. Bara gefa okkur that access to her man. Loksins er hún að fá bara... The appreciation. Love sem hún á skilja, því allir eru búin að hata hana í 100 ár fyrir að ná Justin Bieber, skilur fyrir að giftast honum, fyrir að spalt með honum það bara hefur, þú veist, allt þetta fake narrative að hún sé bara eitthvað mean girl er bara búin að vera jealousy frá believers 100%. Pældu. You should all be ashamed. Ángríns, be ashamed of yourselves. Já. Það er ekki þið sem er að hlusta. Nei, en bara þið sem voru bara svona, þá sem margir dragging her on the internet, skilur bara hvernig ber hana saman við Selena Gomez og bla 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 bla. En núna, now who's laughing, skilur Who's fucking laughing, sko. Bara thank God. Hver ætlar að hella hana á Coachella næsta ári? Einmitt, ég var að hugsa það. Daginn, ég bara svona... Hver? Hvernig getur þetta orðið betra? Hvernig? Ég veit það ekki. Nei, það er ekki hægt. Hvernig var því fyrra? Ég man það ekki. Var það Frank Ocean dæmi? Nei, það er aðeins lengur síðan, held ég. Það ekki. Ég verður að fletta þessu upp, það var sem að gleyma. Ég man tölum við á Lady Gaga, Green Day og Post Malone. Sorry, en það hljómar hræðilega. Það hljómar hræðilega. Þeir fara örgulega bráðum að annánsa aftur næsta headline. Hældi að vera Harry.
Það gæti alveg gerst. Það er bara mjög líklegt Sunna Einarsdóttir. Það gæti alveg gerst. Það er bara mjög fucking líklegt. Hefur hann verið? Veit, já, nei. Veit ekki. Hann var ekki sem hann allavega rumored, sko. Og hann gerði 2022. Já, ok, já, þá var hann. Ok. Það var einmitt í kringum þegar hann nýbúin að gefa út plötu. Oh my god, hvað speculation, sko. Hver ætli að verði, það getur verið hann. Oh my god. Ef við ætla að reyna að toppa það, þú veist þetta, skilur, þó þetta er ekki sambarlegt, þá var Harry svona eina sem á, þú veist, roðið það. Bad Bunny. Ó já, Bad Bunny líka. Þeir tveir. Þeir voru, sko, helgin sem Bad Bunny var, að sjá hvað árið er. Það var Bad Bunny að saman tíma hann seinast. Nei, Bad Bunny og Frank Ocean voru sama ár. Var Bad Bunny headliner? Já. Sabrina hefur verið á Coachella, hún var ekki headliner, skilur við. Já, Bad Bunny var headliner á föstudeginum, Blackpink á laugardeginum og Frank Ocean á sunnudeginum. Ég sé bara ekki árið þarna, ógeðslega skrítið. En samt að það kom upp. Það var alltaf ekki fyrir það? Nei. Gælilega 2004 eða eitthvað? Já, þetta lúkar þess að 2004, en það eru tvær, ég spæla hvort það hefur verið sitt, hvort helgina, sitt, hvort line-upið, það getur ekki verið. Mér líður alveg þess að það geti verið. Mér líður þess að það hafi verið oft sem að það er þannig, sko. Að þess vegna er Weekend 2 yfirleitt verri. Mér sýnist þetta, 2024, það er rétt sér, þetta var sitt hvort, Lana Del Rey, fyrstu helgina, á föstudeginum, Tyler, the Creator laugardeginum og Doja Cat á sunnudeginum og svo seinni helgina, Bad Bunny, Blackpink og Frank Ocean. Þeir eru að switchinu upp núna. Þeir eru að gera þetta aftur núna að þú double headlinar. Alright. Það hlýtur að verða nýja þannig að því núna þetta er fyrsta skipti ever sem að fólk er bara aftur bara nema fólk kvarti skilur og bara hvað saman fekk ég ekki þetta sjó ég það núna Nei, ok, sorry stundum sendur þetta Bad Bunny og Blackpink hafi verið ég held að þetta er rétt sko nei, þetta er ekki rétt mér ekki? Nei, Bad Bunny og þeir voru 2023 sorry, ég er eitthvað í rugl eða þú veist Google eða eitthvað í ruglunni mér leiðist að Lana Del Rey hafi verið bara eina helginni fyrra nei, ég man bara eftir ykkur einu það sem hún mætti að það var að halda á henni já, það var á einmitt ég man bara eftir þessu Frank Ocean það er lengar síðan, eða ekki? það var vist 2023 já, langt síðan einmitt, allavega skilur ekki máli, en bara svona að reyna að spekulata ég myndi alveg gíska, Harry Styles er gott take og ætli að verða Ariana Grande líka því hún er með já, oh my god, það geti verið það væri iconic eða Bad Bunny já, eða Bad Bunny ykkur af þeim þrem það var stutt sem Bad Bunny var, skilur já, kannski var stutt síðan og hann var líka með Super Bowl, kannski hann búin að vera svo mikið aldrei mikið á hann við erum ekki þar sko. En þetta, fokk hvað ég spennt að sjá svo bara styttist ég að laufi headline sko, hún ætla bara sunnudaginn núna skilur bara sturlað já, það var crazy sko nei, en þú veist, þurfum í alvörinu núna ég veit sem þetta við þurfum að íhuga það alvöru nei, bara kaupa með það þegar það byrjar að selja þú sendir mér bara SMS já, senast í janúar, bara eitthvað svona nei, ég sendi líki fyrra nei, það geti ekki verið ég sendi með að fara þetta ár já, þetta ár, já, ok, ég man ekki að það hefur verið í desember já, ó, svo sent þetta er, hellan er alltaf sko hellan var komin þegar miðasalan fór í gang þá sendi ég á þig, sko þetta hellan sé alltaf publisa bara svona það er alveg snemma, það er alveg bráðum núna nei, það er alveg ekki, já ég man alveg að það kom ógeðslega snemma í fyrra þá hefur bara verið eitthvað svona sér dæma því það er, hellan er yfirleitt bara frekar miðasalan byrjaði allavega ekki nærri strax í fyrra, sko, hís verða ég man eftir því, ég var bara, ok, ég ætla að bíða eftir miðasalinni ég man að senda mér SMS eitthvað, erum við eitthvað og ég bara, já, en svo gerst það gerst já, þá var eitthvað svo skoða með okkur já. En, breytum því þetta er náttúrulega hella mission þetta er, og já, það traditionally er yfirleitt publisað í janúar fyrstu vikun í janúar en hann sagði það sem var unpredictable er hvernig þið gerðu það núna í fyrra að þá var það september já, það var alveg langt síðan þannig that's like 4 months earlier than usual já. Þú veist, það var alveg skrítið dæmi sko en ég sá að sumi byrjar að bóka sér gistingar já ég man bara þegar það kom að Sabrina og Justin væri að fara að vera og það er alveg langt síðan já, þetta er rosalegt já
þá verður bara, þetta Coachella sem við þurfum að fara á. Að því headlineið áður var ekkert spes. Það svona nokkur headline sem búin að vera bara svona, ég ekki að deyja, en þarna var bara svona, þetta headline. Já, we snoozed. It is what it is. En en já, við sáum að sumir byrja að bóka sér gistingar og þegar náttúrulega vitum ekki dagsetninguna. Hún ekki sama öll árin. Það risky business. Já, einmitt. Fólk alveg að gista okkur hótelum og okkur líka. Já. Ég skil bara ekki hversu langt þetta og hvernig það að ræta sér bíl og eitthvað, skilur við. Það allt mega maus. Held að. En, it is what it is. Bieber var bara amazing. Bara, þú veist, og þannig tók hann var meira confident núna og meira svona into it. Hann bara, I know who I fucking am. Já. I know who I am. Hann fekk boostið eftir seinustu helgi, sko. Hann gerði það og þannig fer hann út í krátið. Já. Og hann með gæluna hann alveg bara alveg að leifinni bara að tjóka sig, sko. Já, hann tekur, horfið á þetta vídeo, ég bara horfa átjóður sinnum og ég það var svo fyndi, ég var að sína þér þetta eitthvað í bílnum þegar vorum að keyra heim af flugvellinum ég bara, eitthvað og þú segir eitthvað svona, ég myndi bara þurfa að spyrja hann bara hvað erum við eftir þetta næsta TikTok sem ég sá og ég repostaði því, það var bara, I would have to ask him what are we og það var bara sama og þú sagðir það var bara ángríns bara og hann sko tekur svona í hendina og bara setur hann á chestið á sér bara, og hún bara allt in his face ángríns bara Hailey svo strong hún miklu sterkari en ég myndi nokkuð sem að vera sko ég myndi, ef Justin Bieber var maður myndi læsa henni búri já stein Rika og syngdu fyrir mig maður myndi ekki gera það nei en þetta var frábært content, þetta var ógeðslega gaman og svo leiðilegt sem aldrei að tala um hann Karol G eða hana, ég veit ekki tónlistarmaðurinn sem var hellan á sunnudeginum I don't fucking know sko. Nei, I don't know, leiðilegt en það er bara, það er ekki okkar að kenna it's out of our hands það er búið að gæla sko já, ég alveg hirtum hana já, en já, hann er svona sem ég að tísa hann sé að fara á tónleika ef hann er að fara með tónleikatúr, hann Justin Bieber hvert ætlum við að fara? Myndu við reyna að fara til Bandaríkjanna eða myndu við fara í Englandi eða örugglega Englandi og með að við hvernig Bandaríkin eru með tónleika sko maður líka svo mikið maus að fara til Bandaríkjanna er það samt ekki? Jú, það er alveg maus miklu meira, mér finnst líka maus að fara til London sko þú líka þetta vísa dæmi eitthvað býða í endalastu röðum og eitthvað sem ekki refreshment að fara til Evrópu já, það var ekkert viss Bretlandir í Evrópu en þú veist bara ekki Bretlands og bara, þú mætir og fer bara beint í baggage claim skilur ekki röð ekkert maus það er reyndar næs en maður hugsa samt bara svona væri maður til að vera í þú veist Bandaríkjunum og sjá þú veist þá stjörnurnar koma á þætt eða þú veist koma á tónleikana eða whatever ég sem Harry frá Englandi sko já en það er líka geðveikt þess að langar mér að fara Harry í Englandi að þenni frá Englandi ef hann væri að horfa á tónleikana væri hann í Englandi já menn það en ef við tala kannski svona Hailey og Kardashian það sem að fylgir með honum líka að sjá þær ég veit, bara myndbundi núna ef þú horfið á það sem hún er bara ít að bylja upp á svið, veistu bara Kendall sendur hann bara neina það er alveg crazy work þurftum, bara gangi okkur vel á miða á þetta sko það er bara, heyrðu, við fengum með á Harry en samt ekki fyrst ekki fyrst, nei, hann bætir náttúrulega bara, þetta er bara ticket war we will fucking win again já, við ætlum að vinna aftur we will win again, sko það er bara 100% we're going to war ticket war we're going to war, guys nei, við förum á mér er sama mér er eiginlega sama hvar líka mér líka nánast sama hvar langar ekki að fara? ég veit bara hvað langar mest að fara, skilur Bandaríkjunum LA það var geðvitt þá náttúrulega væri þetta bara við og stjörnuna sko já við 2 plus Kylie og það er sko alveg galið við hefum ekki komið til að leið saman sko það gæti verið ferðin okkar en þurfum náttúrulega að fara ánga þegar við erum að fara Coachella já, einmitt hann við erum að fara þangað í apríl næsta ári ég veit ekki, bara sjáum hvað hann publisar túra já, við fylgjumst með hann er í að því og já, bara saying þú veist, það er rosalegt já, þetta var crazy
Það klikk. Við getum talað Coachella í svona 100 ár. Ég veit Og að, við vorum ekki svona þar. nei, ég veit það. En við bara færum okkur eftir yfir úr Coachella og yfir eitthvað annað. Það koma sumardagurinn fyrsta morgun. Já, First day of the summer. sumardagur er fyrsti. Það er alveg búið að vera sumar í vikunni á Íslandi. Hvað er að gerast? Það er bara svo heitt, okkur svo heitt inn í Já, stúdíu. við erum að kapna. Literally. Crazy. Og alltaf sumardagurinn fyrsta og maður er alltaf að fá okkur sumagjöf. Oh my god, já. Og það getur sko allir fundið gjöf fyrir alla í Hagkaup. Ég man því ég var lítil. Það fór maður alltaf í Hagkaup sumardaginn fyrsta. Með pabbi eða mömmu. Og Fékkstu að valdi velja? Já, Ú. ég fekk ofta að velja. Já. Ég valdi mér oft upp Harry Potter spólu. Já. Já. Sumarlegt. Ég meina, búum í Íslandi, maður vil alltaf eiga góða spólu, sko. En En svo var það líka allt svona, þú veist, svona húla húp, krítar, sápukúlur, maður stættir svona tegjunni sem maður setur svona milli, svona Já, já. á fæturnar. Já, og líka þegar maður gerir þetta höndum. Já, Manstu eftir hvað því? hétt þetta eftir? Oh my god, þetta héti eitthvað gett. Ég man það Já. ekki. Vá, Ok, unlock the memory. Já. þú voru að kenna Emblu þetta. Já. Þetta voru svo skemmtilegt, heila leikur. Geðvikt. Þessi gæði var skemmtilegastur. Tjung, tjung. Já, maður gæti alveg glimt sér inn í þessu. Ó, hvað það var skemmtilegt. En svo var líka til stór útgáfa af þessu. Fyrir fæturnar, já. Og maður var með líkamann, skilur. Og hinn maður að leysa úr. Vá, hvað maður lágur í þetta? Þetta er pottið til í Hagkaup. 100%. Og sippuband og þegar maður var í snú. Og bolti fyrir yfir. Og þú veist, Hænu. verpa eggjum og Já. hænu. Já, verpa ekki. Já. Ég kalla það hænu. Ég ætla að vera annar leikur. Já. Ó, vá, hvað maður lágur í ykkur svona leiki. Það var svo gaman. Þetta fara bara út með vinunum bara í þetta. Já, akkur er eina svona sem við fullarnu fólki meðum gera er að fara í drikkjukupp. Eða kupp. Já. Það var ekki að skrítið að við myndum sjá okkur bara lífið 1 krónu eða eitthvað. Ég myndi elska það. Reyndum við getum alveg húla hóp svo hvað þannig. Já, sippað. Já, það er sipið enn í gymminu. Já. Ekki með bara eitthvað skærbleikt eitthvað úti. Já, mér finnst þess að þetta verður meira svona í snúsnú og þannig. Já, þú veist, mér langar bara að vera í kjól í snúsnú, skilur. Ekki bara I love eitthvað í rektafötum. Ég skil. En, Joke. já, en þannig finnir sumagjöfuna og hvist bara ángurs fyrir alla í Hagkaup, sko. 100%. Það er líka hægt að gefa bara cute blush í sumagjöf, sko. Já, eða bara sem það er. blóm eða eitthvað. Einmitt. Góða steik handa mannum eða þú veist. Akkurat. Já, fyrir þig. Þannig að þú getur fundið hvað sem er. Ég man bara eftir að það var svona the store I went to þegar það var sumar Já, tíminn, þarna kom líka alltaf hjólin Já, og allt einmitt. þetta. Hlaupahjólin. Ó, það er svo gaman. Ángreins. To be a child. To be a child. En talaðu sumar, þá náttúrulega bara, og sumardagur finnst að koma að sumakeksið í ár og öll ár Ballerina. framöndan eru ballerína. Alltaf. Always. Alltaf þegar byrjum að tala um ballerína, langar mér svo mikið í ballerína. Já, ángríns. Sammála. En þetta er sumakeksið í ár. 100%. Þannig að þetta verður Líka líka svo- svo útilegum, þetta er bílasnarlið á Þetta er svo flott the líka road bara svona trip. á ostabakka og eitthvað þannig, svona sætt með því og þetta er bara svo cute. Svo cute. Og þetta er svona vintage vibes, skilur, þannig að þetta er Að svona aesthetic, Þetta er alltaf verið, Já. alltaf verið til ballerína, it's giving svona old Elizabeth Drottning kind of biscuit. It is. Ef að Elisabeth væri á lífi þá myndum borða þetta. Já, 100%. Ég er Bara bara gott smaka þetta. Já, alveg klálega. Herru, svo er líka annað sem gerðist núna sem að mjög margir eru að tala um en það er drama milli Zayn Malik og Louis Tomlinson. Já, ég vissi ekki þessu. Tell me. Nei, þetta er eitthvað svona ég byrja bara að sjá þetta gett mikið pop-up og ég bara svona, what is this about? Ég var ekki alveg að skilja. En þetta er sérst þannig að Zayn Malik og Louis Tomlinson já, eru búin að greinlega vera að vinna saman að Netflix svona docuseries. Það sem þeir eru víst að ferðast saman og sína frá túrnum, eða þú veist, þeir eru ekki að túra saman en eitthvað svona sína frá sínum giggum. Spes, eða þú veist. Já, eitthvað svona næstu því One Direction-ry, fattur Já, þetta. því að Zayn var svo ókslega leðilega með að fara, hvernig hann fór úr One Direction og eitthvað. Skrítið freka make a sense að þetta verið Louis og Harry, sko. Já, Harry er of stór fyrir svona dæmari, svona dótari. En allavega, það komi bara upp eitthvað svona sögusagnir að það hafi eitthvað gerst á milli þeirra og bara það búið að cancela öllu. Þeir eru bara búin að vera að taka þetta upp 2005 núna til 2026 og það byrja sögusagnir að koma og það er reported eða allegedly að þeir hafa lent í slagsmálum á tökustanum og þetta hafa verið Zayn á að hafa slegið Louis og hann fengið heilarhristing. What the fuck? Það er ekkert lítið, sko. Þú veist, hvernig? Hvað gerðist? Einmitt, hvað gerðist? Og þetta er ekki fyrst skipt sem maður heyrir einhverjar
ofbeldissögur á sein, sko. Nei. Hún ætla mamman að Gigi Hadid. Já. Akkur stólur mér hvað hún heitir? Jólanda, takk. Og hún hafði sömu sög að segja að hann hafði ítt sér og eitthvað. Og þú veist. Allavega beitt henni hendur, hvað segir maður? Jú. Lagt á hana hendur. Já, mitt. Sko, tengdamömmu sinni at the time. Já. Þú veist, hvað að gerast með hann mann? Ég skil ekki alveg, þetta er eitthvað svona reiðisvandamál, það er eitthvað að, sko, en þú veist, það er ekki búið að staðfesta að þetta hefur gerst og hvoru þeirra hafa sagt neitt þetta. Nei. En leikstjórinn Nicola Mars, hún er svona búin að bregðast svona smá við þessu og hún sagði, sko, there goes the last year of work. Það er bara, it's gone. Já, sem segir okkur, eitthvað gerðist sem lætur það, þú veist, og núna bara náttúrulega vilja þær ekki vinna saman, skilur. Skiljanlega. Eðlilega. What the hell? Greyið Louis. Já, þetta er hrikalegt. Hvernig getur það verið vondið hvern annan bara eftir allt sem er búið að gera, skilur þú? Ég skil þetta ekki. Þetta er hræðilegt. Bara allt sem við gengið í gegnum saman. Já, bara núna nýlega, bara með Liam, skilur þú? Ég veit, já. Akkur er ekki bara, já. Bara ánægði mig að hafa hvern annan að. En þú veist, er það ekki líka Sein sem er búin að vera svona að seita Jú, Harry og tónleika með hana. Já. Hann er alltaf verið bitch. Ég aldrei þólað hann, sko. Bara, þú veist, hann er greinlega bara bitch with an anger issues. Já, án gríns. Ef þú ert bitch, þá ertu kannski með anger issues. Veit ég ykkur sé ekki saman sem merkið hana. Það held að þurfi ekki að vera. Ég tjum ekki að vera bitch en þurfi ekki að... Kannski. Nei, alvörunni. Þú veist hvað er á honum? Hann er alltaf farið bara að vera ógeðslega kokki og leðilegur. Og hann er ekkert efnaði, sko. Nei. Bara ekki neitt. Pældi, hann hélt svo mikið að myndi vera vinsælustur á þeim. Bara just not. Já, hann hjálpaði ekki til his big ego að byrja með DJ Hadid, sko. Alveg hjálp mér. Nei, Það er crazy. Leðalegu maður, sko. Já, en talandi Hún er leið með Louis. Já, við vonum það maður. En svo... Oh my god, byrju, talandi Louis, svo fyndi ég að það með, vinn okkar. Hvað? Ég svo marga vinni að hausin minn er on overdrive. Fyrirverandi Sara sem að Louis er með. Já, oh my god, það var Sam Thompson. Já. Fuck, þess að fyndi að Sam Thompson sem er með podcastið með Pete Vick sem heitir eitthvað, hvað heitir það? Það er alveg fyndast heimi. Hann var svona on the radio þegar það gerðist. Já. Ég bara svona, ef fólk að hlusta, það eru margir sem vita hvað þetta podcast er. En þið veitu alveg 100% hvað Sam Thompson er. Það var bara stólið með nafnið. Já, ég ruggla honum alltaf á hinnum. Liam... hann hinn ljósarði. Já, hann sem ég var að horfa á. Já, ég ruggla þeim alltaf nöfnunum þeirra saman. Já, ég er búin að hefða hann heitir. Ég veit ekki. Okay. Alltaf Sam Thompson. Já, hann var með Söru sem var úr Love Island og þið kannski muni eftir Sam Thompson því að munið þegar Adam kom tilbaka í Love Island fyrir ykkur sem Love Island fans þá voru þau saman hann og Sara og voru að horfa á Love Island og hann bara It's your ex eitthvað. Þau voru ógeðslega fyndin saman. Þau voru ógeðslega fyndin saman, skemmtileg par þannig að maður var alveg svona smá heartbroken þegar það hættu saman. Já. Þau voru svo duglega að gera svona eitthvað sketsa saman og eitthvað en þau sérst hættu saman og hún er með Louis í dag úr One Direction. Já. Sem er crazy. Já. Crazy. Og svo var Sam Thompson núna búin að vera að hosta eitthvað svona útastátt og það var hringt inn. Já. Hvað var sagt það fyrst? Hann er greinilega ofta að spila Steal Your Girl One Direction lagi. Hvernig finnst þér að vera að spila þetta lag vitandi það að einn member One Direction stál kærasniðinni. Já, þetta er svo fyndið. Og bara þið verðið eiginlega að fara að skrifa á TikTok bara Sam Thompson. Stealing Your Girl. Já, Steal Girl, bara reaction. Þetta að því að hvernig hann bregst við er svo fucking fyndið. Já, þannig að bara we're on the radio. We're alive. Nei, það er ógeðslega fyndið. Ógeðslega fyndið. Ég dýrka Sam Thompson. Ég dýrka Sam Thompson. Mér finnst hann svo fyndin. Hann er alveg fyndastur, sko. Þú veist að hann var með gellunni sem er núna með ég verð að muna hvað þau heita maður. Hann var með gellunni sem var með Bitu, sem þú líka alltaf saman við Jamie Lang. Jamie og Sophie sem er líka frækt brest. Var hann með Sophie? Hann var með Sophie. Þess vegna maður alltaf rugglaðum líka saman. Já, en sko, við munum ekki eftir svo langt síðan. En Jamie svona basically stál Sophie af honum. Greyið Sam? Já, Greyið Sam. Og þeir voru náttúrulega bestu vinnur. Jamie og Sam. Já, þetta er alveg sko. Já. Jamie og Sam voru bestu vinnur. Þeir voru báðir í einhverju svona
þeir eru allir búin að vera í ykkur fucking sjónvarpsþáttum sem er bara eitthvað svona Breast Essex, TV, Chelsea, já. eitthvað þarna. I don't fucking know. Þeir allan voru bestu vinir og hún var með, Sam Thompson var með Sophie og Sophie byrjar að fá svona smá tilfinningar og James byrjar að fá Hvað ráma með samt í þetta? Maður sé svona klippur líka, þú veist, úr svona þáttum eitthvað og Jamie er svona að stoppa sig því að bara, ó nei, þú ert gæla besta vinn míns. Ég man eftir þessu núna. Það er ekki langt síðan nefnilega að Jamie og Sam Thompson tókuð podcast þátt saman, þar sem við rættu þetta og fóru yfir þetta og þeir eru búin góður í mörg ár, skilju, en Sam Thompson sagði við hann bara alveg tekur hana, skilju, þú veist bara alveg ekki tekur hana, ekki hlutur, þið fattu hvað ég meina, skilju, if you pursue this, skilju, bara you're gonna marry her. Já, hann er svo góður. Þú veist, þau bara þá ert að fara að þið skilur bara, þá er þetta stelpur sem enda með þessi og hún er ekki eitthvað til þess að leika sér með, sko. Og they did. True. Og þeir voru að tala þetta, þeir hittust og að því að Sam var að segja, ég man eftir ég sagði við þig, þú þarfst að giftast henni, and you did. Og að þeir voru báður svona ánægð með það var cute. Ég satt fíla ekki Jamie eins mikið. Mér finnst það skemmtilegur. Já, það var svona. Það er eitthvað svona, veit það ekki. Já. I don't know. Nei, bara, mér finnst þau svona skemmtilegt par og hérna. Já, ég sammála þau eru skemmtilegt par. Já. En það er eitthvað svona, hann gemur eitthvað ykk. Okay, I hope you're wrong. Nei, bara ykk. Já, ég skil. Ekki red flag, já, ykk. Já. Það er svona, That's eitthvað, fine. ekki við hann. That's okay. Já. You can have that. En nei, Sam Thompson er ángriðs bestur, hann er svo fyndinn. Hann er svo ógeðslega fyndinn. En já, svo náttúrulega komið niðurstaða í Taylor Frankie Paul-málinu. Einmitt. Oh Update. my god. Það er sérst búið bara komið niðurstaða í þessu máli og saksóknir í Utah ákvað að það verða ekki laða fram nýjar kærur og hún fær ekki kæru á sitt nafn. Sem er crazy, þú veist, bara allt sem gerðist, fattaru, allt, þú veist, allar afleiðingarnar, allt sem hefur, allt bara sem cancelled bachelorettin, alla vinkonurnar búin að loka á hana. Já, og líka bara, þú veist, að þurfa að verða fyrir þessu publicly, að við sjáum öll þessi vídeo og við sjáum öll þessar myndir og eitthvað þannig, en það að saksóknirinn lokar á þetta og lokar þessu, það þú veist, þýðir ekki að þetta hafi ekki gerst og þetta hafi ekki verið slæmt, það var bara sum mál voru hann of gömul, þannig að voru búin að fyrnast, skiluru, og eitthvað svoleiðis, þú veist, þannig að það er ekki búið að clear her, fattaru. En það var samt eins og að, ég man eftir að segja við, maður veit aldrei hvað er eiga og ekki, að það var þetta svona, eins og hann hafi leitt hana út í þetta, skilur þú? Já, það var náttúrulega hennar málsögn á bak. Já, en hann komst á þeirri niðurstöðu. Þetta var reactive abuse. Já, hann sagði, sem ég skil, að engin mér líður, ég veit hvort það var eiga eða ekki, en mér líður þess að ég sé að dómarinn hafi sagt að það lætur enginn svona sem hann er búin að ítt ángað. Já, einmitt. Þú veist, eitthvað svoleiðis. En hann er náttúrulega ekki að fá neina hann er ekki að fá neina ákæru, sko. Nei, því hún er ekki að kæra hann. Hún var alveg með tilbaka, en þú veist, það er eins og sé, skilur, þau eru bæði, skilur. Já, og það er basically niðurstaðan. Já, þú veist, kemur þetta á núli, eða þú veist, þetta er bæði að fá kæru eða enginn. Bara þeim fannst að það voru ekki með nóg skýrar sannanir fyrir dóminum, skilur, þú veist, þannig að hún var heimsóbeldismadurinn eða, þú veist, þetta var bara einhvern veginn. Það þarf ekki alltaf að vera að sé einn, skilur. Og það greinilega er það ekki. Bæði. Þú veist, við líka hort bara Secret sem Mormon Wives, skilur, þú veist, og maður er ekkert eitthvað að taka upp höndina fyrir Taylor, skilur, sem hún gerði var hrikalegt og bara ógislegt, skilur, en maður líka sé þetta Kóta þótt að hann kannski physically kasta ekki stóli hana, það sem hann gerir henni samt, bara the endless abuse, bara pota, ögra, kissa vinkonunnar, þetta, það er auðvitað. Abuse. Já, við erum búin að horfa á hann in 4K fucking abusing her, sko. Já, 100%. Þú veist, þannig að þau eru bæði bara ógeðslega fucking veik saman. En hún allavega losnar undan þessum ákærum, skilur, og það náttúrulega gerir helling fyrir hana. Ég hreinlega vona, to be fully fucking honest, að þessi kona fara á sviðsljósinu. Já. Ég held hún höndlið þetta ekki. Nei, hún meikar þetta ekki, sko. Ég held í alvegni að hún þurfa að fara út í sviðsljósinu, einbytta sér af sér og börnunum sínum, because this is not working. Nei. Og þetta var heldur ekki working áður en Dakota kom. Bara let's be completely honest. 100%. Hann, að því að Dakota er búin að posta, hann ætla að stiga út úr sviðsljósinu. Og I've never been happier for someone. Hún gríns.
bara please, Hann er alltaf búin að vera í einhvern þáttum og okkur núna nýlega og eitthvað. Já, Unwell. Var það hjá Unwell? Mhm. Er þið með eitthvað svona reality? Já, Alex Cooper var að byrja með eitthvað svona, þú veist, þetta var sko weird line-up, sko. Það er ógeðslega weird. Já. Já, var ekki líka hann að Demi og eitthvað? Demi og hérna, hvað heitir hún? Anna Delvine eða eitthvað gellan sem að skema þessu upp í fræði í New York og stalgæði mikið af peningum. Já, tala hana sem að, já. Sem hann á Netflix þættir Já, hún var þeim. What? The real one. Oh my god. Fucking weird, Demi. Það er svo skrítið. Ég eftir að horfa á þetta samt. Já, ég sá bara eitthvað klippur úr Já, mér langar alveg að sjá þetta, sko. Já. En þetta voru fullt af svona eitthvað svona Illa séu, eða þú veist. C-list celebrities. Já, en samt svona allir þekktir fyrir eitthvað neikvætt. Reyndar, ég man ekki hvað meiri í þessu. Þetta er eitthvað svona... Alla þessi þrýr, Já. eða þú veist. Hvað heitir þetta? Winter Games. Winter Games, that's so weird. Já, alveg, hérna... Já, líka hún að nú Loveland Húta. Já, það. Já. Hún var náttúrulega líka alveg smá cancelled. Þetta er bara mega random dæmi. En já, þú veist, þannig að ég er mjög sátt að sjá þetta kóta posta hann alltaf að draga svo til sviðsljósinu og einbytta sér að sinni sínum. Ég held að það sé bara rosalega rétt hjá hann, sko. En, já, ég veit ekki, bara það verður áhugavert að sjá að því núna er ABC náttúrulega með, þú veist, þau geta publisa seríunni núna. Einmitt. Ætliði muni gera það? Ég er ekki viss. Nei. Út af við sáum þetta. Einmitt. Út af við sáum vídeóið, en þú veist, þau geta gert það, mannskan er ekki með að ákæra á sér, skilur. Einmitt. Þú ekki svo er líka í þessu. Að það? Svo random. Vá, hvað er random? I know. What? Já. That is so weird. Ángríns. En, já, við erum alltaf, eins og við segjum, við vorum að koma frá Milano og við vorum að ferðast og við gátum fengið okkur Coca-Cola ferðalæginu. Of course. Það er ekkert gott, betur enn smá pasta og ískalt Coca-Cola með smá sítrónunni og þeim eru útlöndum. Eða fyrir flugulni eða, þú veist, góða við Coca-Cola, þú veist, það er gott alls þar. Algjörlega. Skeitt ekki máli hvað landið var í. En þegar við komum heim í gær, veistu, ég fekk mér svona 3. Nice. 000. Vá. Með klukkonum og it hits different heima líka, sko. Og Marin er ískanum með henni úti og eitthvað. Geðveikt líka bara svona að koma heim og eiga þann drikk, bara so jealous, var það ekki nice? Og geðveikt. Ég trúi ekki mér. Talandi líka ferðalag, þá má ekki gleyma hérna að vera með natriker í töskunni. Aldrei. Ekki, bara mjög mikilvægt. Stay tuned. Ég hef alveg lent að því að þessi blessaði tími mánaðarins byrji upp á flugvelli. Oh my god. Það verður með þetta í veskinu, sko. Já, og þú veist, og þegar maður er ekki með þetta í veskinu og maður þarf að fara að kaupa sér, þá er bara að kaupa eitthvað sem er eiturefnum. Einmitt. Og það er líka bara erfitt að finna það, sko, í alvegni þegar maður þarf að hlaupa gegnum kannski heilan flugvöld til þess að finna einhverja sjoppa sem selur svona. Einmitt. Þú getur mistað fluginu einu. Já. Vera bara með natriker alltaf, þá þarfst ekki að nota eitthvað sem er með eiturefnum og you can be on time for your flight. Líka bara að því það stóru er náttúrulega með svona applicator vibes. Já. Það sem þú getur stungið þessi inn að þess að snerta tappan, skilur við. Það er geggjað þegar maður er að ferðast á flugvelli og eitthvað, skilur við. Þú vilt ekki vera, þú veist, mér líður sér ekstra skítu eftir að vera flugvelli. Ég sammála. Þetta og líka svo pjöluglútanir frá þeim. Sniður. Það með, bara just in case. Það er líka just in case ef þú fer bara á almenningssalurni og það er ekki klóspapir. Það er svo oft. Það er svo oft. Þannig að við ætlum ekki að lenda því. Nei. Og ekki þið heldur, þannig að þið ætla að stokka upp á natriker og vera með þetta í öllum veskjum og sérstaklega ferðarveskinu, sko. Einmitt. Og svo líka náttúrulega, bara talað ferðast, þá getur við náttúrulega eldað kóreist núna. Já, algjörlega. Með eldum rétt. Við getum bara ferðað til Kóreu, bara Suður Kóreu, hérna, in our kitchen. Það er rosalegt. Já. Það endar 23. apríl, pöntunarfresturinn, þannig að þið hafið til morguns í hádeginu. Ekki láta þetta fram hjá ykkur fara. Þið getur líka unnið 1 milljón, einn heppin verður 1 milljón í ferðavinning. Já, pælti því. Bara ferð það bara með. Bara þú getur ángurs bara skroppið til Kóreu, sko. Geðveikt. Já. Getur fengið bara all the skincare you want, all the beauty treatments you want. Já. All the Korean food you want. Þú veist að þetta er ekkert eðlilega girnilegir, hérna. Réttir. Þannig að farið og tjekkja á því, sko. Stórglæsilegt. Já. En þetta er búið að vera bara busy week, svo mikið að gerast. Og... Svo líka með David-málið. Oh my god, ég fekk alveg hjartað, þú sýndir mér þetta. Þannig að, þú veist, það vissu allir að hann gerði þetta, skilurðu. TikTok var lengur búin að komast að þeirri niðurstöðu. Akkurat. En það var að vera dæmið í núna. Já, fill them in. Já, David söngarinn hann
Við tókum þetta í áskriftinni. Já. Hann átti sérst að hafa myrt bara 15 ára, 14 ára gamla stúlku sem heitir Celeste og var bara sjúklega mörg bara myndbönd og hann gerði lag þetta og þess að hann vildi ekki tengjast þessi neitt. Akkur ég með þetta átti Sörp? Ég veit það. En, nei, þetta er 12 mín líka. Já, En já, farið bara að hlusti á þáttinn til að fá svona deep dive af þessu að ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig málið var en þú veist, þetta er eiginlega hræðilegt, ég get líka ekki sagt þetta. Nei, þetta er viðbjóður to the core, en þegar við tókum þetta mál þá var ekki búið að dæmi honum. Nei. Dæmi í málinu, og þegar við tókum málið þá vorum við svona, hann lúkkar mjög gildi. Gildi. Bara hún fannst í Teslunni hans, skilur. Já, og Tesla has cameras, sko. Þetta var alveg svona, þetta er svona hriglegt mál og það er greinlega nýbúið að dæmi í þessu eins og þú sagðir. Og hann var hágerður fyrir þetta. Og hann bara, hann er sá. Já, það vantaði bara eitthvað nógu mikið proof fyrst, skilur. En hann er guilty. Ógeðslegt. Bara trú ekki að þessi bara núna vera að dæma fyrst í þessu, skilur. Just tíma tekur þetta. Eitt smá. Ég sá líka bara, ok, þetta tengið svo allt öðru en ég bara segja, þú veist, Kim Kardashian og Lewis Hamilton eru allstars. Já. Það er bara nóbú í gær, sko. Einmitt. Hvar? LA. Já. Skotin. En hvað ætlaði að segja? Já, akkur er fólk bara eitthvað svona, því að hann sást þarna í húsinu, hann Kylie, basketball courtin og eitthvað, akkur er fólk bara eitthvað, þetta er staðfesta núna fyrir mér að þau séu saman. Mjög slöngur staðfesta þau séu saman. Hann er búin að posta hann reyndar eittið því, svo var alveg weird. Hann postaði eitthvað svona vídeói, eitthvað svona, og hún var í bílnum og hann eittið því síðan. Já, þú veist, það er alveg vitað að þau séu saman. Þeir eru búin að saman í Japan og we've seen you guys. London og allt. Þannig að, já, þau eru saman, sem er óslega fyndið kombo eitthvað. Já, en núna, ég líka vorum að tala aesthetic henni bara breytast. Hún breytist alltaf svo svona í hverju sem hún deytar. Já. Svo fyndið. Hún var alveg svona, hún var svona meira svona nonchalant þegar með Pete Davidson, hún var alltaf bara þá var hún bara einhvern veginn hún sjálf fannst mér. Þegar hún var með Kanye, þá var hún bara Kanye var að stæla hann alltaf og eitthvað þannig, svo, já alltaf var svona breytast og Kylie náttúrulega líka, skilur, þegar hún var með Travis Scott og var meira svona rapper girl. Já, svo núna með Timothy, þá var hún meira svona soft feminine, skilur. Núna er Kim aftur orðin svona, skilur. Svona giving bara svona rapper, basically, dæmi svona. Já, eða svona dating an athlete. Já, dating a this car dude, skilur. My aesthetic is I'm dating a car dude. Já, það er svona ákveðið típa sem er svona elska bíla, skilur. Já. Það er svona, gælurnar eru svona ákveðna típur með þeim, skilur. Já, true. Svona F1. Þau sáu sko saman vera daginn, bara eitthvað svona shopping for rugs, mér finnst það svo fyndið. That's bara, you guys are going fast. Já, alveg bara taka hana með að velja mottur, en svo fyndir þetta, hún er búin að vera, þú veist allan hana, þú veist, hún heldur hún sé ennþá þar, hún er búin að leigja, sérst hús, að því að hún er að láta bara algjörlega breyta sínu, að því að hún er að láta bæta við, og hún gerði þetta bara þegar hún var ekki að deyta neitt, skilur ekki Lewis Hamilton, ekki Peter, bara svona bílskúr. Þú var að segja það? Nei, það var iconic fyrir alltaf bílana, en ég held að bílskúrun sé alltaf nógu stór, sko, hún á ekkert eðlilega marga bíla sjálf náttúrulega. Nei, ég var að bæta í bílskúrun fyrir hann. Nei, hún er að búa til bara svona smá sér álmu og bara sér fata, skilur dæmi, þannig að það var svo mikið af fötum, en vildi þá passa þið líka bara svona his wing. Og þau voru ekki þáttunum eitthvað, who's his? Hún bara, I don't know, bara my future man. Bara, ég vil bara þetta sé þetta. Ég er ekki að plana að vera single forever, skilur. Nei, þú veist, og mér finnst það svo krútlega alltaf að sé Lewis's wing. Gríns. Who knows? Mér finnst hann bara svona mikið svona dullukalli eitthvað. Já. Það lesa barnið hennars, bara. Einmitt. Mér líður svo hann sé minn en hún. Já, að því hann er náttúrulega a short king. Já. En hann er ekki minn en hún. Var hann ekki 1,73 eða eitthvað, við fórum yfir þetta daginn. Jú. Hún er alveg 50 og eitthvað. Já, hann allan er herri hún. Það er gaman fyrir hann. Að því að, hvað er Nicole Scherzinger? Og eitthvað Sibu og Kim. Hætt, mjög. Já, heldur hún sé það lágur sinn. Hún er 1,65. Hún er samt alveg það að hafa þessu. Já, hún er bara. Kim er alveg minna. Já, Kim er 1,57. Já, hún er 1,50 og eitthvað. Já, sagði það ekki. Jú. Það er alveg 20, nei, ekki alveg 20 cm millara. 57, nei, ekki alveg. Nei. En þau eru sætt saman, looks like it. Ég ætla að sjá þau hlið, svona two Smurfs. Ég voru ekki sé myndaði fyrir hlið. Nei, ég er að tala, þú sér það ekki á mynd. Já, in real life, já. Það er bara dúdurú, bara eitthvað.
En líka bara svona þau eru potið að fara saman á Met, sko. Oh my god. Þau eru potið að fara saman á Met, Já. sko. Og ætlar hann að vera í háum hælum eða ekki. Einmitt. En ætli þið mæti saman? Þau mæti saman. Heldur það? Já. Það var svona þeirra Já. debut. Ég held að. Það var geðveikt. Ég held að svona mæti saman. Ég held að Já. svona sjá þau í New York saman. Geðveikt. Oh my god. Þau elskar Nobu, þannig að við þurfum að... We need to go there. Oh my god, það er svo styrlað. Það styttist í ferða nokkar sinu út til New York að leita af okkar fólki. Já. Við erum að sjá þau in the wild. Já. Af því það er víst ómögulegt að vera beint fyrir utan. Bara svo ekki bara búast við séum þar. Ó, það verður draumur. Við munum keyra framjá, sko, en við þú þarft að biðja einhvern taxa eða Uber að keyra framjá til þess að sjá þetta. Já. Skilur sem eðlileg manneski sem Já. þetta ekki búin að bíða hana í 18 ár, skilur. En sko borgin við ætlum bara að reyna að vera ykkur í borgin á smá háana götur sem að fólk þarf að keyra framhjá, skilur. Að það borgin mun fyllast af black vans. Einmitt. Bara svona... Það verður crazy að sjá það. Við verðum bara hér. Já. Og við erum bara smá búin að mappa út hvað það gisti yfirleitt og við ætlum bara að vera röltin að það framhjá, sko. Bara this will be our 2000 steps day. 20,000. Já, sagði 2. Já. Meira en 20. Og bara labba á milli. Sko. Já, og labba á milli þar sem þeir eru að gista á hótelum og þau byrja alltaf að labba út á hótelum, mannstu. Einmitt. Þannig, já, þetta verður geðveikt. Það er klikkað, sko. En ánum það, þá ætla ég að skella mér. Byrst það að til Budapest? Já, ætla að skella mér út í smá stund. Byrst það að vera að taka 3-week bender, bara útlönd. Þetta er rosalegt. Allar Ég er bara svona, weekends. ég get bara breytt heimilisfanginu mínu á Keflavíkurflugvöll. Án gríns. Það er rosalegt. Já. En þetta verður bara gaman. Geðveikt. Keisla, skemmtilegt, mjög skemmtilegt. En já, fullt að gerast í áskriftinni. Þannig að við erum með okkur þar og já, gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar og Birta, bara góða ferð. Takk fyrir, love you guys. Love you besties. Bye.